Jumping into my synchronic Poundstone. Interesting fact, Poundstone and I both started the same season of Craft Opera. Rádio Web Cult 22 apresenta Globus, o pop, a música experimental. Bernardo Scartesini. Boa! Aqui é Bernardo Scartesini a deschavar o programa Bloodlust 7. Desta feita vamos girar em torno da obra do islandês Göran Jóhannsson, compositor, welcome to this new 5D Earth transmission, que teve uma curta porém emblemática carreira communication of grace, and the vision of our highest collective future. Vamos abrir a noite com o American Contemporary Music Ensemble, levando um tema de Jóhannsson com a participação do coro Theatre of Voices e regência de... We are in an important time, a crucial time, a turning point in our collective evolution. The old 3D world is dissolving, and the planet is starting a new 26,000-year cycle of evolution, and here we are at the very beginning point. In this transmission, you will receive a high-frequency message from the future, a communication of grace from those further along the timeline who share with us a vision of a new Earth many decades in the future. Take a breath and open and soften and breathe light from the universe around 360 degrees into your body of bone and blood. As you breathe in light on the out-breath, you can release energy. This is the in-breath and the out-breath of energy. As we take in light, we can release old energy from the body, the cells of the body, the blood, the bones. Breathe in light from the universe around, from the stars, the sun, the earth itself. For light is everywhere. Breathing in every cell of the body. On the out-breath, releasing anything from the chakra system that no longer serves you. Chakra system that opens with light. The first angel guarding the eastern gateway of the energy fields, Archangel Raphael. Archangel Raphael, magician, who appears usually a golden robed angel, surrounded by an emerald green force of light. Just welcome this angel. Pointing degrees south. Archangel Michael. Archangel Fire. He's usually seen as a red figure, surrounded by an electric blue force of light. Just squinting at the angel. Archangel Raphael, Angel of Air, Archangel Michael, Angel of Fire. Michael God, southern entry point to energy. Continuing to breathe in the west. Gabriel, Archangel of Water, Messenger Angel. Gabriel is usually seen as a blue-green robed figure, surrounded by diamond red force. And Gabriel regards the western gateway of energy.
Archangel Uriel, Archangel Earth. This Archangel appears as a dark green robed figure, surrounded by ruby red rainbows. Journey of every creature. It's a very powerful and the welcome page is sensitive to love. Emerging crystal with the earth. Just as Archangel Metatron holds these descending solar grid holds the ascension process. Welcoming all angels all around your east, southwest, north, one by one. Between them is a sphere of force around us, a sphere of light. And this force field rises around nothing to say for you. Just look at the corridor. Into the room, up to the feet, flowing up, legs around the legs. Silver light fire. Up to the space. Around forces rise up. Opening third eye down the throat. Flying forces flowing down the neck and shoulders and down to the upper chest. Down to the heart of this force. Breathe the force around, helping him integrate the earth, breathe, so integrating with the solar fire. Opening the engine, opening the engine. And welcome to the spatial myself. And welcome to the spatial myself. The highest version of you can connect to dimension of myself. I feel this is the full higher self is connection to your true multidimensional nature. The existence realm of
Although that's primarily focused in just in the field. And then take it sanctuary in the dimension. And that sanctuary may appear in some way, it's familiar to your past. That sanctuary for you will exist somewhere in the future. The same place as sanctuary. This place might be a building, a temple, a structure of some kind, somewhere in nature. But you feel safe. Just allowing yourself to go now, trusting the first impressions of this sanctuary, as these angels bring the force fields with you. You're so soon held on force fields of light and angelic forces above, below. You're just adjusting the field now in this new sanctuary. Just taking a moment to look around, see how this place looks. Attention bring you here is to open you to a new experience of connecting with the new 5D Earth timeline. And to do this, we call upon 4-star groups to help shift your energy, open you up to timeline. First group is from Sirius, Syrian Stargate. Focus for sacred geometry, light language. These energies which are definitely being utilised more successfully further down the timeline. Going now into the centre. Starting to build a force field in front of you. Yes, to open to the 5D timeline. Let's see sacred geometry figured out as they build this sphere, this doorway, this stargate in front of you. Vi börjar långsamt ana att en rymd vi färdas fram. Fine, pure love energy. Än vad vi tänkte var gångbord. That energy will be birthed more successfully further down the timeline. Vi börjar ana Some of you have reckless connections, some of you have djupare connections to Sirius, of course some of you have both. att kunskap är Allowing the drums to be in a fine frequency of light. som ur ett tillmätt mått av tanke fått den idén att godta har struktur. Next group is Arcturians. Holding an incredible focus with a shift to 5D. Their technology, light technology, ability to clear dense energy. Jag anar nu Arcturians. att det blir Closing portals to the light energy. jagas skrov. Evig That's when they build this sphere of light. As the Syrians and Andromedans and Arcturians work together, forming different layers of the starry night in front of you. Finally, the fourth group is the Pleiades. Very close connections to Earth. Very close connections to Earth. Also in the future, active duties, time global transition, helping us to shift from one timeline to another, closing down the old timeline, self-destructing, opening something new. So, Syrians
to build it, start it. To see the sphere of light building within the sphere, a symbol, many layers of mandala and fractal. This is a doorway Stargate to the 5D timeline as the Stargates finish their work and structure Stargate. They bring the sphere of force towards you, towards your energy field. Stargate needs to be interconnected. Your sphere of force holding the sanctuary. There's a kind of interconnectedness, intermingling, two force fields coming together as this Stargate is connecting all these needs. Until you can see Stargate right in front of you, a great circular doorway, a great circular fractal. This wouldn't be anyway it does to you, gate unique to you. Just notice the patterns of colours on this doorway, the patterns of colours that move, shift. The chamber of light. Chamber of light. So I'm just asking myself, Metatron, Stargates close any other opening to any other dimensional timeline. But we're just heading on the 5D New Earth timeline at this dimension. All other timelines closed for now. All other openings closed for now and sealed. So there's just this one that leads to the highest possible future. Highest possible future. Just asking for an upgrade, making sure that the door is the highest frequency. Det rikaste av alla. The door, see the fractal mandala door is shifting patterns of colours. And when you're ready to step into it, you feel the energy very slowly of this door to the 5D timeline. Slowly stepping through on the inside, a chamber of light. Probably clear as spherical chamber. As you sit and stand. Vi börjar långsamt. The first transmission from the future is the birthing period of the new Earth, the dawning period from 2032 to 2070. This is a period of, after the volatile period of transition ends, this is a period of new dawning, new birthing, new possibilities, new technologies, new ways of living, new ways of connecting, new ways of perceiving and conceiving. So one side of the sphere will become a transmission that enters the sphere from the future, 2032 to 2070, and the highest timeline of Earth's future. After the transition into the new phase. Just feel this transmission now as energy, as light, as light language, as ideas. As perhaps other creative doorways, symbols, sequences. Speaking to you from the future. Att vi förlorat oss Den galaxstyrkan har mer än 90 miljoner år.
in this period of time. You are, you may see Earth as if you're looking down on the Earth, and float down, and start exploring the land masses, the sea, and life here, communities, how people are living, find the technology there. Estamos apresentando Papas Supercargas Magazine. The Earth look a little different this time. Things have shifted. Lots have been released and cleared. New ways of living. And if there's anything specifically you want to know about this period, just ask the timeline, ask the guidance around Stargate. If you have any specific questions. Second transmission. This time the transmission coming from beyond 2017 onwards. This is the time period really of the new Earth. The Earth has been seeded with new possibilities, and now in this time period there's a new way of living on the Earth. So now just be open to transmission from 2070 and beyond. Breathe it into every cell of the body. And finally, many star seeds come from life like that. Other souls that come back along this timeline to enjoy the fruits of their work. To enjoy the earth, new faith probably writing in this timeline to future self. Some way down the timeline, which means one back here is enjoying the planet, enjoying life here in this new dimension. If you feel so cool, you can call out to your future self in this timeline.
future self is willing to accept herself, become change. If you have any specific questions for your future self, tell me more about your specific interest in politics, financial systems, or nature, or building. Ask your future self what's it like in your life. Perhaps your future self will show you, take you back to maybe to show you a new form of community, new ways of thinking, new ways of work, new ways of faith, new ways of use energy for their needs, and technology such as computers, and more. Loads of transfer, spiritual, and the others. Just allow your future self to speak to you, take an agenda and that. To show you what's in store for you further along Vocês estão ouvindo Babãs pela Rádio Web from the timeline. Helping to adjust so you can hold all this transmission hold it in cells of the body. Breathe as into the system. You start off just with Ja,
Enni sem að fjalla bara allt lífið. Mér finnst bara mikilvægt að áttum okkur á því að þetta sem við höfum þörf fyrir að varpa yfir í aðra víddir, aðra veður og svona, það eru líka hlutar af sjó. Og tröllið eru þetta sá hluti sem eigum erfiðast með að sætta okkur við. Love and blessing. Velkomin að Arvik. Þetta hlána Ég ætlum bara að gera tónleika. Það nefndið ganga inn í björn eða svona næstu. Allavega erum við landar í ævintýri. Í þessu hlaðvarpi munum við fjalla um tröll, þjóðtrúna, heimsmyndina, samfélagið og kannski örlítið fetisma. Svo sjálfsögðu flytjum við tónlist tengda erfið. Gerð þáttanna styrkt af sóknaráætlun Norðurlandslistar og listsjónum Verðana. Í október 2020 við tókum niður tónlistina í Húnvél í Hofi og upptökustjóri var Haukur Pálmarsson. Fyrsti þáttur á 4 þar sem við ætlum að fara í rannsóknar leiðangur. Hvaða fyrirbæri eru hvaðan búið? Þá segir þjóðtrúin og fornbókmenntir þessi fyrirbæri. Við spjöllum við Valgerði H. Bjarnadóttur, félagsfræðing, sagnfræðingur, master í femínísku trúarsögu og heimspeki. Hún hefur nefnilega rannsakað sögu Gyðjur. Það er einna helst þræði. Við gegnum fornsöguna og sjónarhótt fornleifafræði og miðvísindi. Strax í Snorra-Eddu talaði annars hins vegar og okkur langaði að heyra hvort hún getur hjálpað að skilja þessi Við þurfum að byrja á kíkja á stóru. Við þurfum langt tilbaka á þúsundir aftur og fræðasundum þróun samfélag og hvernig myndir samhóttast og fljóta á Það var eitthvað því sem kom mér mjög óvart þegar ég skoða þetta nákvæmlega og það sem ég ákveðum á að ég átti því að bara skoða eitthvað fleira og kafa inn í ólíka rætur þá finn ég alltaf og það er annars vegar svo eða voksum og svo að segja þá er endurlega verið að fjalla ferðarlega konana og það er mjög auðvitað að hringja þau ferðarlega svona hreyfan líka á þessu getur fram góðsöfnum eins og til dæmis sem eitthvað vanavísi bara við séum hafi allt morgunar en allt sem morgunar vegna þessum verðaðis og við erum alltaf að lesa það er að það er bara sjálf ég er sko sögum að vilja fyrir alltaf að ferðina að mannsinu og sínu og sinni Velkomin að Arvik. Þetta er hlaðvarpið Ég er Þórhildur Óskarsdóttir og ég er Helga Hrafn. Við ætlum bara að gera tónleika. Það nefndið með því að ganga inn í björn eða svona næstu. Allavega erum við landar í ævintýri. Í þessu hlaðvarpi munum við fjalla um tröll, þjóðtrúna, heimsmyndina, samfélagið og kannski örlítið fetisma. Svo sjálfsögðu flytjum við tónlist tengda erfið. Gerð þáttanna styrkt af sóknaráætlun Norðurlandslistar og listsjónum Verðana. Í október 2020 tókum við tónlistina í Húnvél í Hofi og upptökustjóri var Haukur Pálmarsson. Þá erum komin í þáttan 3 og í þessu þá ætlum við að falla hér spenna í sögnumdöð málið. Það var svolítið femínísku kastljósi á efnið og það er líka annað hægt. Því að sögur og sagnir hafa lengur verið notað sem stjórntæki fyrir að hafa heim og framtíðinni. Við getum þetta stundum verið skessur. Það er einhvern aðeins í næri. Við ætlum að taka tali á daginn og kannski að hlusta og eitthvað svona umhverfið annars eins og spilum að þessum þennan sögur og sem þessi dag og svo stóðum við líka tala við Sigrún Ársæll það er saknað að stóðu en hann og gerði gerð sem fjallar styrmilli í svona við rættum við Sigrún það er þessu samfélagi kannina og hvernig saknað við kannar þjóna verði sem bæði útvinnslu og formvarts Þetta verður því svolítið svona hverna mér er kátt í dag og við byrjum að gera Við þannig gegnum orðræðu hvað er æskileg hegðun fólks og þjóðsögurnar eru mjög oft svona kennslutæki kenna manni hvernig maður á haga sig, hvað maður á að gera, hvað maður á að gera og sína það einhvern veginn hvaða hegðun er sem maður lætur hvað er refsa og þetta byrjast okkur ennþá bara svona í orðræðinu en hvað er æskileg hegðun stærkt Huldukonur er mjög áhugaverð líka Huldukonur, þær hafa oft mikið völd virðist vera til dæmis í sögum af uppskiptingur þegar börn eru yngri eða eru skilin eftir gamlaðan og eiginmannsins og þjappa saman svona þá vil ég vera mjög valdmikil kona. Svo er þetta þennan áhugaverða sögurskóð sem við til dæmis barnið
sérstaklega. Bæði til sögur af konur og mönnum sem eignast börn í konum og lofa að þegar barnið fyrst á börnum í kirkju þá myndi þeir sem hýra barnið og gangast. Gera það síðan ekki og kemur það síðan og síðan og líka svona ákveðið að saga þessu að þeir eiga gangast við börnum og öllum saga sem líka reyndist í umsagnarsöfnunum og einhverja ákvæðar maður segir frá manni sem að áður áskonum og þegar fyrir hennar á bennóttu og eitt smiðið það var nýtt svona óreindari maður sem var á konum og þeir fara saman í umheima og sá ekkert fyrir með konum sem hann vanur með og sá yngri fyrir með annari fagur í ekki fyrir konum og þegar hann síðan þau fara saman og þegar hún síðan ekki fara að gera eitthvað með honum þannig þá getur hann það ekki það eitthvað og hún verður líka ekki hjá hann að leggja á hálfleik hann verður eða stæl sjúkur sem og það muni hefna sín fyrir hann þegar hann verður síðan og endan og refsa þetta af lögunum og eftir sig svona líka þetta aðeins og bætir því vera engin snar hann muni halda honum eins og slikt þannig að hann muni ekki verða menningarskegg en í öllum þessu tölum þá byrjar huldukonuna sem mjög lekkar og það hafi svona eitthvað ákveðin sem sögur alltaf mjög ákveðið síðan hún verður líka fyrir kraftmanna og þeirra kyn öðrum sögum af konur sem að eignast börn hundumönn og svo var það og það svona enda mjög svona og það springa og þannig og það gerist og þá svona skilbúin að konur eigi ekki að sofa hjá hundumönn á meðan þeirra skilbúin sem stundar þau strákar eða gafsmenn eigi að sofa hjá og þá svona skilbúin ég þetta byggja sig það líka en gafsmenn eigin bara sem er alltaf til sem er svona líka og ganga í hamarinn í ári frá Asíu. Já, en líka svona þessar þrjá ættir velkomin að þessar hvernig er það að ég er Þorgísson og ég er þetta sögur sem konur til að ætla bara að gera fólk og endur með því að ganga í björn það sem kallmenn segja miklu meira svona í þessu hlátri við munum við hérna á vátur en þjóðsmann er að segja samfélagið og kannski örlítið fyrir svo sjálfsögur flyttum við tónlist er eitthvað í hérna það er ekki stjórnum þessu tíma var náttúrulega hún átti ekki að geta þessu þá fæði við þjóðsögun og þessu sögur að hjálpum að þessu áhuga í samfélaginu við hefur verið miklu meiri kallmenn og það jáður líka að þessu áhuga í þessu flokki þá voru og síðan að velja ólíka meiri sögur og þessu sögur meiri sögur af við bara hvað það er öll þekkjum við sögur að þessi finnst með þessu fólk en einhvern veginn að síðan bara í náttúrunni sem var það má segja að eins og uppgötunum hans það veitt okkur aðgang í nýja stjórn sem ekki náttúrulega vísindin hjálpa okkur að skilja sig hvernig sjónum veitt okkur í samfélaginu og þegar við uppgötunum fórum við hefðast að fleita það miklu í þessum sögum og ekki gleyma í í þessum fætti þá heyrðu allir í Jónssoni og Dagrún Skjónsdóttur sem að verða komið sög algengt það er ekki þessu fjólu Sigríður var stóttur samfélagið það er að heyra svo þær sögur frá Kristínu Sigríði stóttur á skilti og þeirra á ég að gefa ákjæði eða ljós ég held að í húsum og kleppi og þessi áfrekar við sem er þetta ár sem er lífandi og hún er ekki algengilega við getum ekki skilja þessa ofra ekki gefið henni allar hver er okkar en kemur því allar breytt kannski aðeins og það er það saman ekki og við Jesus, hann merkir hans fiskar þannig að upplega er til dæmis hann ekki skilur Jesus að
alla eiginleika konu. Og það eru bara fagrar, en hún líka feðurhafnartröll. Af því að það þessu saga af því að sonur hennar einu sinni í reiðikastinu þjóðaðinn höfuðið, en þá fékk hún í staðinn sem kýrvörð, og hún kýrvörð, en oft eins og eiginlega allur kýr þess að það eru með tungli, einu sívaxandi tungli sem að vinna bátar á höfðinu. En hún líka slanga og hún líka elskar hana hugskjöfund eða fólki, segja freyja því að fólki, hún geta óskaplega, hún allt mögulegt, þannig að við sjáum að þessar borðinu lagar það sem getur færast yfir á fórið. Það sama gerist með álfana tröllum, að þessi orka sem við skynjum þarna, og það er eitthvað sem það hugsanlega við séum ekkert þannig, það er ólíkar, það séu bara alls konar vittir, alveg eins og þetta sem að gerast hér og nú hjá okkur. Við, hér sitjum ég og að tala í einu hjá mér, Tísibjöngstar annar staðar að tala og svo þegar þetta einhver situr og hlustar á þetta sem er gerast núna í þeim mannskjum en í framtíðinni í mínu lífi þá er það í einhverju vitt sem við kunnum ekki að skilgreina og kunnum ekki að skilja en við vitum bara hún virkar og með því að kveikja einhverjum síma í tölvu eða einhverju þá getum við nátt sem ég það er ljósvakan og ég held að eitthvað svipað sé í hversu samæði sem það er þá bara náskil það er eitthvað einhvers konar lefur eða gæla og að við getum ekki í alveg það sem þá finnum við þeim þessi og við gerum þá smá saman tröllin rísa stór af því að hvernig eigum við annars að skilja þessi ónámslega allt sem kemur vatn gís eða þegar það koma skriður og öskriður og snjór Samstæður við þessar fyrstu hugmyndir í rituðum heimildi og fleiri áttum sem og það fólk við það getur hægt heldur svo að ef að norrænu uppuna að það þróast að einhverju það sem þá kannski einhvers konar mynd af breyt sem breytist í einhvers konar álfagóm en svo óskaplega svo hluti af okkar sagnaarfi á sem keltneskaræði og það er það annars bara vegna sem við erum cirka 50% keltnesk því að íslenska þjóðin er cirka 50% keltnesk eða upp úr það jafnir keltnesk eins og við erum í okkur er svona 60-70% keltnesk sama og frakkar og framverjar og maskar og alls konar en auðvitað því að það hafi ekki síst verið konur sem báðu sagnirnar á og konurnar eru mikið verið keltneskar þá er þetta skriftur og næstu sagnar og það er mjög sögur sem er kannski sögða leika og til að gera langasögu stutta þá er Plattati Danan með líklega á hana sem eina af þeirri þjóð sem var frumbyggjar dýra þessi ekki allra fyrstu íbúarnir þar en svona þeir íbúar sem eru formælir og fyrir þessari dýra samkvæmt frásögnir eða þjóðsögun og þjóðsögun koma til landsins og þar eru þá fyrir einhvers konar jöfna og sem þeir eru að takast á við þauða en Plattati Danan hafa þróast svo yfir eins og vanirnir þróast frá farneskum yfir íbúar og síðan þróast þeir yfir í það sem er kallað á keltnesku sín það skrifað S-I-G-H-E og það er álfa það er sama fyrirbærið eins og er kallað Feri í Englandi á Stóraeyjunni og það er samskonar fyrirbærið eða mjög svipað fyrirbærið eins og það sem við höfum álfaða hunda sem það er fólk sem býr í klettum og skórum og vötnum og alls konar ekki síst
og sagan segir að þarna hafi á Írlandi tókþáttu gaman búið. Síðan kemur innrásarher sem er í rauninni væntanlega Indó-Evrópumenn og þá fylgja hvort það þau flytja innar í landið, upp í fjöllin, inn í dalina og svoleiðis og hinir þrengja alltaf meira með innrásarherinn og nokkuð hafa þetta staðfylgja alveg það segja vættir sem fylla í jörðinni og eru mjög sambarlega við okkar lóðfættiverðinni og þessu vættir og okkar og þau eru og innan þá eru þau alveg Þetta er svona saga eins og það er að tala þessum bara, hún vaknaði upp á vondum draumi og á bara það er eitthvað reyndar stórbúndin á næsta væg sem tætana eða það segja að vanirnir og kannski að einhverju leika æsum líka því sérstaklega þá ætlum við aðeins að skipta gír nú langar okkur svolítið að ræða sérstaklega skessurnar og gríluna og það allt þegar hann að mann og tælar það ertu svolítið spenntið því já, það er mjög hvort við verðum að eldamennsku það var ekkert verið að glipa kallana á ég finn mér svolítið við bóttir, já, við hefum ekki að heyra þetta trottskessurnar og það er ekki beðið það var í þess að rannsaka hvernig mann á virtist okkur í íslenskum þjóðsögum og komst að því að það var ekki alveg allt og ég hefði haldið en virtist helst í einmitt tröllasögunum og svo útgerðarmannssögunum og mjög sérstakt í tröllasögunum líka og það er mjög sérstakt sem skilja þar sem að það eru yfirleitt tröllskessur sem að sjáum á þeirra mannakjöpir og orðaðar og svo í framhald að hlýsa ekki upp sýningu síðan sem heit skessur sem ég sé það fram mannat og film þetta er gríðarlega merkilegt þannig í íslenski þjóðtrúi er náttúrulega gríðarlega ömur sem að forn, þau eru herskunes, þau eru hamsins, þau eru heiði, það er mjög sterkt inn í tröllasögunum og svo er tröllaríkið á Íslandi, það er svona kvennar veldi einhvern veginn klæmaður á snýðinguna í íslensku þjóðsögum þá er til sagt frá því að tröllkarlar þeir hafi verið dáið út til langt á útland tröllið þá hafi þeir allir orðið að skilja og þá þurftu tröllkonurnar að finna sér nýja maka til þess að viðhalda tröllakyni samskipta hún þá þúsundir byggðast og rætt í svona í bætt sem að voru einhverjum að vinna til einhverju össu eða voru með okkur hellir fræksaga af blóðrósum sem að rækina til Íslandi og segði við hellir til þess að Íslandi og tegir hans til togar til lengi til þess að gera hana betri maka til sig að gera hana það stærri helst og honum leiðist umhverjulega að vera skriftur svona og leggur á ráðum að sleppa og hér það tekst að vissma sig og gambar að þykist að veit og að það einast getið lækna að það sé að fá þessu gambar hann hefur sett með þér til þess að við halda svona auðna svo maður er ekki og að setja með það er mjög áfengandi líka í samsóð 100 ára síðan er að í flestum sem þetta er þessi manna ekki talaði þessi einhver stýttur sér leiðir góðlega fyrir það sama og borðaði sem nýta drink það var eitthvað sem ég líka bara allar til það var eitthvað alltaf og núna einhvern fjölskyldum og er það muni sem við svona vitum á sem er í enga veginn sem er yfirlega til að finna álkvæmlega dúkurinn sem fengið var langt að döma saman það er svona metast að fjóða gæslu í að minnst sem að halda jólaveislu og fáur þetta sem það er sjá og svo setna að hlusta það sem kemur hann er pælar á það er mjög sérkennilegur fænsuklæði það er sem sagt veðurlandi og það er sem ekki svo hann hleypur á stað þú kjörur það fullt lengdartanir ekki bara þegar líka því að ekki ská hans í saumar og koma það finnst ekki sambæri í klæði, sambæri í munur þannig að það er einhvern veginn því yfir svona kannski einhvers konar ég vil leita sér söður Guðsfjallar gáðu svo hoppskirkina sem alltaf sklæðir alltaf í stútur og heiðinina sem sko fylgir forvörður þegar kemur með ekki allir búsnættur það er þá í næstum sögunni það er ekki í síni hún sé bara náttúrulega skessa í já, hún er náttúrulega sem gefið að fá að sjá það er bara eins og segja það er þetta eitthvað sem við séum oft að síðan það er svolítið alltaf í síni það er svolítið það er reynda að í kvöldkláttugum þá séu við kvöldkláttugum ég er svo sem ekki að og svo er það okkur sem að staðsetja við okkar mannlega
vegna svona markmiðin og það Já, þetta er svona aðskilnaðarstefnu í þessu. Já, það er mjög skýrt hverjir er okkar hóp og hverjir er Flest okkar höfum alveg styrkt ekki það sem engin skiptastund og svona við séð Íslandsstund til þess kemur að þessu tíma. Grílu sem svona varnaðar sögu og Grílu og hennar sögu sem varnaðar Já, algjörlega, það er einmitt mjög áhugaverð að það er til góðmyndir satt í Þú rættu Grílu En strax verður að byggja fólk að hægja það Þá kannski það koma betur fram í öðrum þætti í þessari seríu bókinin við Grílu í æskunni sem var bara klöfum þetta
og Kristján líka, það er svo gaman að pæli sko, hvernig kemur þetta við okkar sjón, hvernig eru þessar sögur inn í okkar uppfæll. Ég til þess svíðarna rétt hjá Kjarnaskógi og það er kona sem er náttúrulega svona kannski frægust sem sko svona álfað sjáandi á Íslandi, það var hún alltaf lengst eftir það gerði mér frægt holt af Akureyri og gerði hvort fleiri stöðum líka það sem bara teiknar upp en sögur þetta bara svo vildi fólk pæla í sko og álfa og alls konar hvað náttúrulega er og það er virðist sem ég búið bara þarna mitt í huldur fólksbyggðinni sögur hafa Já, ég keyri hann að gefna þessa stóru huldur fólksbyggð sem á að vera andspænis Akureyri eða svo ímynd Akureyri og svona heimildi sem í Vaðlaheiðinni að við séum alveg laus frá Núna er hérna þessi norður eftir Sorgarströndinni Verður við eitthvað? Ég veit að sögur eitthvað langan að ekki sannig að ræða og sér svo koma úr heiðinni koma þessi hættir náttúrulega mjög hlustum koma hlætast hann gengur bara rættist niður heiðina yfir túnum og bregður hérna niður bakkarni eða sjó og þannig að það er ekki einnig og en við þurfum eiginlega að endur taka þakkir okkar þakka sérstaklega Hauki Pálmarssyni sem stofnir sérstaklega ánans Ég sé verður að reyna mjög svo gott og saman með sóknarállin það grílaði við stílaði að styrkja okkur og við þakkum sóknarállin fyrir að leiða að breyta þessu verkefni úr tónleikum í þessa þakkaströnd það var betur að lóta ekki greiðlega sátt það en nú við erum í miðjum COVID-tím og við erum að verða bara að verða vön í þessari nýju vísku sem er svo fjárlega og við erum bara færðum sem okkar og sem við hittum alla í þeirri alltaf með fyrir og þeir voru allir í þeim Jamarvík á þessum ljósaka svo nýttum okkur alltaf enn aðra vítir sem að síni ég held að sem að stinga á sögum og alls efni gott að við hittum ekki bara einhverja bara eða ásýnd eins og bara í þessari vítt með ástæði en það er stutt í þegar þessi þáttur kemur út þá er stutt í nýjársvíkjærnum sem hún á nú aldrei til að vera kefrum á hlaður það eru til ennstæðalösa sögum bættir þess að virtist það máli þessar verkefni sem staði á þessum verkefni umlann og miklu heilmanna er sögum vera sem þeim og verðum Já, og við vorum að tala Hún getur álvarsmiðstöðir og hún getur síðan á því að mjög skemmtir horfir gegnum vinstri handakrika áslöf sem að leggja hægt að vinda vinstri handakrika og það maður líka lestu fyrir Síðan ég hátt við klettarriðubláa álfabörtin ungar leika sér hann ofaneltir heljarstofur björgum Hvítan bak við fossinn kenni ég álfa þeir í hringum dansa heldur hver í hendur öðrum þeirra hver gleðin á það ekki vel fara steina fótbalfættir álfar ferðast skuldir ég sé langa flokka flytja sig þeir fara allir vegir sem falla í kross og hvílit skraut og gleði hér er fyrst þá hef ég eitt hugsað það eru margir bæir hérna nærri sem ég aldrei áður hefði lítur þarna er fjöldi fjár og lagði hvítum fönnum samanleitt hver að eitthvað hérnir hvað er þetta? Öllu ægir saman, álfum, mönnum, fé og reikum ofur dökkvast steinakverkar hryggja saman Hurið alltaf harta fyrir þarna lítur hamrabúinn hátum hörnum klettir sem dyrundur undir og ljósa það skýr og fyrir fyrir Þetta er bara svo þetta er þessi ákveðlega það er aldrei að vita nema bara einhver stífast Þetta er svo sínt það er ekki að ég gerði mjög streik á þessum þessum sem við nefnum hér Já, ég vona bara að það mæta ekki þessum sem ósátt og svona skemmtilegt sem ég var ekki átt að inn í gættina leika kynningarnar og að vera með eigin hús Já, til að slappa þeim eftir en við höfum samt einhvern veginn bara virðingar og látningar gagnvart þessu við erum svona sögum og þessari hugmyndinum álatröll og ég held að það sé svona kannski það sem tala nákvæmlega fyrir Íslendingar
Við stígum ekki að neina tær, erum ekki ósamlega, held ég. Við efumst ekki álaga. Við reynum að styrkja ekki þessa veður. Hvað ekki, tækja ekki styrkja. Þetta er bara slá, höggva í bílinn og sprengja styrkja. Það var að spurning hvort þess að eitthvað annars konar fylgdi en að við endilega trúum að vera það. Takk fyrir að hlusta. sjónvarpsseríu og við vorum flutt á milli hérna og úlístrákunum sem hann var sopnað hann reyna að sofa svo gamall maður að benda, ég var að reyna svo aði heitir, að benda var alltaf fallega á Íslandi og ég bara horfði út í þessu hei strákar það er ekki barnastjarna
Velkomin að viðtali. Þetta er hlaðvarpið Alveg Höll, ég er Þórhildur Ólafsdóttir og ég er Helga Fann. Við ætlum bara að gera tónleika. Það er nefndið að það ganga inn í fjall, eða svona allavega erum við lentar í ævintýri. Í þessu hlaðvarpi munum við fjalla um Höll, þjóðtrúna, heimsmyndina, samfélagið og kannski örlítið félagslíf. Svo að sjálfsögðu fjallum við tónlist tengda ævintýri. Gerð þáttanna er styrkt af sóknaráætlun Norðurlandsíslands. Vistssjónum verða. Í október 2020 tókum við upp tónlistina í Hönglum í Vorvi og upptökustjóri var Haukur Konvinsson. Þegar við fórum fyrsta í hugmyndavinnunni í þessu þætti, þá var ákveðið að merkilega ritgerð þjóðtrú meðal annars á Álfa og Tröll, tónlist og menningar að lýsa. Ritgerðin var skrifuð af meistaranema í Háskóla í Bandaríkjunum og meistaranema reyndist þar engin annar sem leikarinn Björgvin Frans Kristjánsson. Ég var mest vandræðin að finna ritgerðina og ég var bara ég var fílíku vandræðin og svo milljónir og svo bara fann ég ég bara, ég har ekki hán í myndi þetta. Pagan imagination, relationship between elves, ghosts and Icelanders is constant. Þetta er næstu bara svo eins og að bóra subject film og þetta er bara svo greið, sko. Og ég grúska, ég skammar grúska, ég elska grúska og gera baksóð og það er þú veist að grúska eitthvað, þú veist, aðra persónu og það, þú veist, geðsjúkdómar og en svo þegar ég fór í þennan, þú veist, einhvern veginn bara nánast hætti í leiklist og flutti ófært til Minnesota, svo hérna 4 ár, að þú veist, þá fann ég hafði ástæðið fleiru en bara leiklist. Ég var að finna, sko, svona ákveðna þjóðerniskennd þá meina ég svo í tengslu við þjóðsögurnar, við sögur svo fyndið maður flytja ykkur alltaf leikur Minnesota þess að kynast Ísland við það að segja, þú veist. Já, þetta var kannski Já, í vetur, ekki bara Íslandika, heldur bara yfir höfni og sendi þarftu eitthvað fjarlæð til þess að átta sig á því hvað á. Við vorum einmitt að tala með Alfríði Bjarnadóttur og hún var einmitt að vinna svolítið þess að hugmynd að vita eða muna það sem þú vissir ekki á því og við skulum aðeins segja hvað var ekki við það að segja og það tala um það að það er alls og það sem og ástæðan er ekki alltaf að það en sama því hérna hafa nýtt sér þennan fjóra. En jú, ég hérna tala um það í einhverjum sko, það sem ég var svo líka fyrir að gerist. Því að þessi álfaþoka, það er náttúrulega að segja, við tölum bara hana, sko, en það fjalla eitthvað annað sem við gerum í sérstaklega ástæðan og því að við gerst mikið grín, en ég tala um David Letterman, þú veist, ég tala við Elvin Tónsson og Nate Watson, það er bara að gera grín, þú veist, það er svona álfa bara, ásamlega menn, Jesus, it's so weird, allt saman við þetta skrýtar alltaf svona vikið, ég bara, aðeins, ekki bara aðeins, þetta er sko, þú veist, þetta er hérna 1100 árum dýbra heldur en það sem við erum við förum aftur til landinu og það kallar það er mikið þú veist þess að segja það er eitthvað inni sem bara vilja verið kynna mér margir svona hittar mér mikið sem ég vissi nýtti mér náttúrulega menn sem Kerry Garner og hérna á fleiri og ræði menn sem nýrkilega Þannig að þjóðfræðin er bara alveg uppdráð Já, er það og hérna og líka svo ég það líka tala um trúna því að það er sem að ég komst af skýring sem ég að hafa kannski heim þú veist, bönnin í skólanum, konan í þjóðunni og ég hef bara allan tíma hann í sig þú veist, það er náttúrulega tíma bara, þú veist, bara skölda við vinna, svo bara hefur maður og svo er maður bara aftur 2 tíma eða eitthvað, það eru fleiri klukkur með keislar bara, hérna, þannig að maður nýtti tíma vel og það var að gera, en ég kemur eins og sko, þetta með trúna, því að þú veist, þetta er eitthvað sem að fylgir þegar við komum hérna, ég tala svolítið um pagans, þegar fyrstu settlurinn eru að koma til landsins og geta það fyrst, þeir finna bara eitthvað nægir, það er eitthvað hérna og snemma á að fara að tala um hérna heilmækulega, mannmækulega og fólk sem býr í steinafni í hólum og fólk fattar snemma, þeir lesir alltaf ekki bara fólk þetta er ekki með sjálfur þetta er svona fólk sem veit frá allir mikið kynmur og allir verið nei, það er sem að vita strax áður en að hérna landið tekur kristni og ég ætla strax að skræða fyrir það sem ég fannst var að þegar við svo hlutum kristni þá heldur við heldur ákveðin svona atriði það hafi ásættu við heldum kannski ekki svo góð sem við heldum ekki það var að geta rosa ekki eftir arkíska tegnir og mátti gera það var bara en ég kemur til það ekki og ganga aftur og ofsækja
við sögum og bara þetta er svo ekki að það kemur aftur en með alvarlega þá er þetta kristni og það er bara ekki snið greinilega hafði svona mikla þjóðniskennd sko. Þetta er svo mikið, þetta er svo skýr og sterk skil á þessu þjóðarinn hvað er að gera en það voru líka bara þegar reysa tónskap þess að semja duglega ekki Það er mjög merkilegt, það var eiginlega þannig sem við áttum okkur á því að Jansbókin hefði verið alveg meira en mál. Það var greinilega byggt svo mikið á þessu þjóðniskennd sem þeir á þessum tíma væntanlega að það voru mikið bara svona eldsneyti á þeim mótor. Já, þjóðniskennd í það og þá sem meira það er ekki rasist. Á þessum tíma var þessu sannlega ekki þannig. Við vorum að reyna að sjálfstöð, við gáðum ekki þetta til þetta fóru svona sko sættistar, það var bara og hérna markamjöl og viðbjóður og það var bara hlutur. En þetta nýjastokkur er þetta stórverkin og í rauninni er nýjastokkur svo skiss og hluti sko vondu gamla álfan er ekki bara gamla trúin en í rauninni danir. Það er rauninni danir og álfa drottning hún er kristn, hún er súper, hún getur unnið þess að dökk álfa kongin og dökk álfan sem eru alltaf bara sem að hann getur sagt að þeir eru dansk. Við erum að komast undan dömur að skera á þessi blöð, að reyna að sjálfstæð þjóð og það sem er svo magna þessu jafnvel þó að þið séu sko, þú séu að það er ekki verið að sko skilja við álfana eða við þá trú heldur bara vondu álfana sem það myndir þessu skilja og við, kristnu góðu álfana, íslendingar, við erum að fylgja saman og standa upp gegn þér og svo að einmitt talandi eitthvað sem er best sko að við þurfum að fólk, fara fólki að það er það var nú mann ekki hvar það var huldufólk var sko og svona skýtu þetta er fyrir að hætta svo það fannst mér að eiginlega eitt að merkja og Guð þegar maður sko reyður Guð þegar það kom hann og þau var svo hrætt og var ekki hrein og eitthvað og höldu þetta og Guð bara reyja hann bara nú já þetta er bara félag eitthvað bætt fyrir mér ok, ekki maður fór að verða það að eilíð og kallast, þú veist, þá kallast á huldufólk og ég get veikt örfá hann eða sjálf þessi bætt og það er að gera
Við tókum líka þjóðfræðinginn Jón Jónsson þannig að rættum svolítið þjóðtrúna í breiðu samhengi. Sameiginlegar rætur þjóðsagna milli landa og hvernig hún speglar, jafnvel fjölmenningu. Svo pælum við svolítið í hvað hlutverki þjóðtrúin gegnir í samtímaumhverfi sinni og hvernig við getum þetta sem samtíma spegl. En við byrjum á því að heyra hvaðan telur að vera sem viðheldur þessari sterku þjóðtrú Íslandi. Fyrst og fremst held ég að Íslendingar hafi haldið í sagnaskemmd. Þeir hafi haldið sko þetta hafi áfram kannski hafi haft öfluga hlutverk sem partur af einhverjum sagnaskemmd hér á landi heldur kannski en það var það sem þetta virðist vera mjög fjarlægara og kannski hefur það líka meiri áhrif á samanlægur en samt að ég veit það ekki alveg það er líka þess að sem tengst við sagnamennsku og sagnaskemmdum sem hafa verið sterkir. Getur náttúran eitthvað svona nábýlið við náttúruna haft eitthvað að gera þetta? Það er alls ekki verra ef það skilar með einhvern veginn ef umhverfið og náttúran skilar með og er einhvern veginn í þessum anda þá er það alls ekki þá styrkir það alla sagnaskemmdum sem tengist í þau. Sem maður fyrir svo einstakar sögur sem að finnst vera sér íslenskar eða bestu íslensku þjóðsögurnar sem jafnum að mitt á. Maður rekkur við þegar maður sér bara söguna þessum íslensku í tískun sagnasögnum. Eitthvað sem að geta að vera allir spes fyrir Íslandi, svo er þetta bara beint ímynda á Íslandi. Nei, ég held að við ættum þetta bara hérna Norrlendingar. Nei, það er aldrei segir. Ég er þetta bara með þjóðin, með þjóðin. Það er mjög mörgum öðrum. Þetta er svona, það er ekki á Ísland að ráða með neitt. Það er ekki það sem einkennir sko þjóðsögn, það er einhvern veginn sem á óvand. Þess vegna er þetta spennandi. Það er þetta fyrir sögum samskipti og samskipti og blæn og yfir þá eignast vinskap frá þá heldur maður honum og alltaf maður ekki útistöðu við erfiðlega húi og líka við maður ekki og yfir þá er það varmaðsagnir að eigi ekki að spilta sér af ókunnum heimum því að það geti þannig að það muni enda og hversulega góður lærdómur það sé á þessum fjölmenningartímum þannig að mann hefur komið til einangrunum sinnar það er einhverjum svona sagnaarfi sem er alist upp með. Já, akkurat, það kannski leiður okkur svolítið að því hvað eru tröll? Nú erum við Íslendingar erum með einhverjum svona hugmyndi í kollinum, kannski ein kynslóð er með Brian Pilkington myndirnar í kollinum og næsta kynslóð undan með einhverjar aðrar myndskriftabækur og svo framvegis. En sko, trölla hugmynd, þau eru náttúrulega allt öðruvísi tröllin í skandinavísku tröllin og svo er kannski upprunni orðsins bara göldrum og þessu miklu meira tengt einhverju fjölgjum. Já, og svo er það heimildum þá er það yfirleitt og sérstaklega greinarmunum á tröllum draugum og þeim. Það er alltaf einhvern veginn sama myndir og svipaðan fyrir og sem eru draugar og og sem er lífið náttúrulega ekki yfir náttúrulega líka þannig að það myndir mikið greinarmunum og miklu meira samhengi þar. Tröllskapur var orðið sjálfbært áður þannig að það var allt öðruvísi og fyrst öllum við öllum að vera í sjónum og allt svona þjóttulega sem kemur þarna og nú eru því stóru kallir og steina þannig að sér þjóðtrúin eða þjóðsagan er lifandi og breytist og mótast frá hverjum og menn annars veit að skoða sagnaðins og svo hvernig þessu
svo aftur hitt svona að sjá hvaða boðskapur við og virtast og svona hvaða lærdóm fólk átti að draga af þessum sögum. Já, og það náttúrulega þjóðsögur og ævintýri út allan heim. Það er þessi boðskapur og þessi náttúrulega þessi lærdóm sem á einhvern nátt við höfum átt að draga af þessum sögum og sem kannski speiklar hvað næst þann tíma sem þær eru ritaðar á. Já, það mest ástæða hefur þessi samtíma þeirra sagnarkvæði svo þetta líka kannski svo að komum við sem endur fyrir skiptum sögum af því að það er að sagða þáttu til að líkt breyttar eða þannig árum og öldum saman og það takja alltaf einhverju breyting og það kannski fljóta með alls konar svona gaman eða svona eldri viðhorf sem eru kannski misgóð og þjón okkur mismikið á mismunandi tímum. Alveg tímalust að ég held að segja óvenju mikið af þessum sögum sem að til dæmis miðla svona félagsögu taumaldum hvernig menn eigi að hafa sér og þess aftar og ég held að það sé nú ekki margt af því sem er ekki til fyrirmyndar fyrir ungar stúlkur til dæmis til að taka sér fyrirmynd. Nei, einmitt, þetta er kannski svona góður stabbið af þessum sögum sem við ættum að vera með þennan skemmtistimpil á en ekki að hafa það sem svona dæmisögur fyrir ungu konurnar okkar í dag. Nei, mér finnst það nú vera svona kannski mest áberandi í þessum sögum og hvað þær eru svakalega lítaðar af feðraveldinu og hvað stór partur af þeim fer í raun og veru að segja konum og hvernig það er að haga sér vel og vera undirgefnar sleppa því að sækjast eftir gleðskap og skemmtunum og svona halda sig á mottunni. Þannig að svona á einhvern nátt eitt af stjórnunartækjum feðraveldisins til að hafa heimil á konum. Ekki spurning, þetta er svona líka bara samfélagsgerðin smittar þar inn því að þetta var náttúrulega bara svona samfélag sem að fólk bjó í fyrra öldum á Íslandi og líka öll til dæmis þegar sögurnar að skrifa það niður fyrst sérstaklega miklu bort að allar konar sem segir þessu sögur þá af því að það eru hvort sem er bæði sprottin úr sama samfélagi og sama umhverfi öllu og uppeldi. Það var svona siðferðisvitund. Já, þannig að það var ekki alveg sami siðaboðskapur í þessu óbæði hver var að segja en það ekki mjög móta af tímanum hverju sinni. Þess vegna er þessi umskip, þessi nýtúlkun og nýsköpun svo nauðsynleg líka. Endurnýting og nýsköpun. En hverjar eru þá þjóðsögur samtímans? Það eru allskyns slúður og slúðursögur og munnmæli, ekki endilega þær eru líka svona samtíma sagnir, flökkusögur samtímans. Eru mjög margar mótaðar alls konar fordómum og þess aftar sem við höfum í dag í okkar menningarpakka. Oft þá birtast alls konar fordómar gagnvart útlendingum og framandi þjóðfélagshópum í sagnaefni samtímans. Já, og í bröndurum og svoleiðis. Já, bæði í bröndurum og svona hræðslusögum líka, hvað menn séu óbúslega eftir á eða framandi að einhver leiki og margar mikið af þjóðsagnaefni og þjóðtrúarefni samtímans snýst að aðskilja einhverja okkur sem að séu eðlilegt fólk frá öðru fólki sem að séu hinir sem að séu ekki jafn eðlilegt. Þannig að sagnaefnið er dálítið einsýndahæfing svo það var í ganga og það er mjög mikið af þjóðsagnaefni sem að munnmælisögum samtímans sem að ýtir undir alls konar fordóma og sem eru á sveimi í samfélagi. Já, svo er líka sér maður mjög áhugavert dæmi svona samtíma sagnamennsku. Þá er oft í ákveðnum þorpum eða ákveðnum landsvæðum eða einstökum þorpum og er svona ákveðið eins og sagnaparki sem menn segja. Það sé svona ákveðna sögur sem tíð þeirra sagnaarfum í hverju þorpi sem segja einhverjum merkilegum viðburðum eða embættismönnum eða skrýtnum fólki, skrýtnum tilsvörum og sérstilegum og vísningar rosalega snjöllum tilsvörum í síkja fyrir að segja sögur. Margar sögur til á hverju staðum flott tilsvör og það sem að óvænt tilsvör. Erum við ekki þar alveg bara beintengt í sagnaarfum, sko? Eru Íslendingar sem það er bara svona Jú, eins og í fréttisögur og annað. Þetta er mjög flókið arfinum og sagnamenningu harka í einstökum tíma og svona ekki þessar sögur þess að ég sögurnar. Það sem er áhugavert við þessa marka er dálítið líka og sögurum eins og þetta er eitthvað annað sem er hérna endur svona eða skipta út sögum og svona alltaf við sögum Já, ég held að við þekkjum öll þetta að koma á einhvern stað og við erum tekið á móti okkur með þessum sögum og af svæðum sem sé fólki að ég eftir eftir sem kynni og það er náttúrulega það er svona kalla sögum, þá er veitu sögum það er náttúrulega einn ángið af sögum.
Nýjársnóttinni. Já, þessu leikriti sem Björgvin Frans var svolítið að tala með ykkur, eða var að fæða ykkur og segja ykkur frá rannsókn sína á því og fleiru í svona íslensku þjóðtrú. En þetta er stórmerkilegt leikrit og á mörg búskap því sem á bænum stendur stúlkan vörð eftir Árni Björnsson og eins að úti á Steini eftir Sigfús Einarsson. Og það er kannski ágætt að taka það fram að þegar í þessum upptökum okkar þá værum við svona oft með svona einhverja byrjun eða endi þar sem við erum eitthvað svona að sagja þetta er óskipt það sem við erum að segja en það Svo líka sem það hefist að slík og síndi og svona. Já, það er þessi skiptið. En það var líka, það var annað vinkill í, annað í nýjársnóttinni sem okkur þótti einhvern veginn bara einhvern veginn resonera við okkur, það var lokaræður. Já. Og svo var lokaræður, hann Björgvin var að tala um henni, sko. Þetta er hérna alltaf. Sem við komum svo mjög lokaræðu í rauninu samvinnu og svona þessi samhælti. Já, svona sammenningarræða. Semja og endursegja þjóðsögur inn í framtíðina til þess að færa okkur meira inn í svona samfélagi sem við búum í dag heldur en svona feðraveldi fyrir alltaf. Nákvæmlega. Við hefum búið að vera rosa gaman. Já, þetta er búið að vera rosa gaman og rosa fróðlegt og þetta opnaði augum mín á margan hátt. Það er eitt þó sem ég hef svolítið áhyggjur af og þegar nú er ég náttúrulega úr síðasta þætti er ég þjóðþekkt fyrir það að hafa mjög óþekkt. Ég veit ekki veginn það er ekki eftir búið að vera viðtalið í mömmu. Já. Við þurfum að sjá þetta bara á tíma endist í síðasta bíðartölu. Það er svona auka þetta bara nýjársfærs. Við talum sögu, Karlsdóttir, móðurfólkar, óþægðanir. Nei, það er þetta, ég hef svona áhyggjur af það, þegar Gríma var raunveruleg Gríma. Ég hef svona áhyggjur að það sé búið að svona, kannski að krúttgera Gríma verður það. Það sé ekki reynilega til einhver svona ótrúlega. Það er ekki bara að heyra bara og hættu það við það bara að segja. Fræðastæðan sem rannsóknum og Ríkardis aðferðir. Það er fræðings og fræðings. Þetta er orðin dæmi. Fullvissaðum að öll mín börn hafa verið mjög hrædd við alls konar jólasveina, grýlu og drauga og þess aftar. Heima hjá mér þá tíðkaðist að hræða börnin með grýlu en ekki löggunni. Núna miklu oftar sem að börn hrædd með löggunni.